Sjá, þetta ætti að fara að byrja. Sæll og blessaður Þórólfur. Já, blessaður. Hvað segirðu? Ég bara góður, sko. En Það þú? ekki bara? Jú. Ég alltaf jákvæður. Það bara að njóta þess að meðan á þessu stendur og svo drefst maður. Já, sól og gott veður og fallegt og kalt og fínt bara. Það reyndar alveg geggjað veður. Já. Heyrðu, hvernig hljóðið mín megin? Það bara fínt eða? Já, hljóðið fínt. Hljóðið í þér líka gott. Já, gott að heyra. Já, nákvæmlega. Sömuleiðis. Heyrðu, bara takk æðislega fyrir að koma hérna í hlaðvarpið Ein pæling. Mínar ánægja, bara. Já, hérna, ég gerir mér nú vanalega ekki svona sætan fyrir hlaðvarp. Ég held ég hafi ekki gert mér svona sætan frá því ég bara fór á deitið með núverandi konu. Þannig að þú ert svo heppin að... Ég var einmitt að fyrir þannig á því hvað þú litið vel út og þakka ekki alveg fyrir það. Ættu. Heyrðu, hérna, við ætlum að ræða COVID-19 sem nú þitt uppáhalds. Hérna. Já. Umræðefni þessa dagana. Heyrðu, fyrsta spurning. Nú eru margir atvinnulausir. Ef þú ættir að ráðleggja fólki sem að leggja fyrir sig svona 10 ára plan, myndirðu ráðleggja því að verða sóttvarnalæknir? Ekkert endilega. Ég myndi ráðleggja því að hérna bara hugsa, ég myndi til þess að ráðleggja því að hugsa vel svona almannavarna þjónustu. Ég myndi ráðleggja því að hugsa að hugsa lýðheilsu. Ég myndi ráðleggja því að hugsa vel svona almannaheill og svona út frá svona þjóðfélagslegum þáttum. Ekki grafa sig inn í bara einstaklingsframtak, þar að segja ég mig frá mér til mín, hvað hentar mér. Ég held að við þurfum meira fólki sem að hugsa svona vítt og hugsa almannaheill og almannaþjónustu. Já, dýpra svar heldur en ég bjóst við. Hvað er svona skemmtilegasta við starfið þitt í dag? Já, sko, læknistarfið náttúrulega bara almennt séð mjög skemmtilegt og það kosturinn við læknistarfið til dæmis það að þú getur valið svo mikið. Þú getur valið hvort þú vilt vera að vinna með sjúklingum, þú getur valið hvort þú vilt vinna með höndunum, verða skurðlæknir, þú getur valið hvort þú vilt verða svona að ræða við fólk, hvort þú viljið fara í svona lyfjameðferð, hvort þú viljið fara í rannsóknastarfsemi og þar fram eftir götunum. En svo getur náttúrulega, ef þú vilt vera smitsjúkdómalæknir, þá náttúrulega óendanlegir möguleikar þar og bara minni á það að það sko ekkert sem hefur leikið mannkyni eins grátt í gegnum tíðina eins og smitsjúkdómar. Smitsjúkdómar hafa lagt að velli fleiri heldur en bara öll stríð til samans. Ég minni á til dæmis að í spönskuveikinni 1918 dóu fleiri úr spönskuveikinni heldur en úr fyrri og seinni heimsstyrjöldinni samanlagt. Þannig að smitsjúkdómar eru alveg gríðarlega mikið vandamál, hafa verið og eru ennþá, og þannig það eru miklir möguleikar þar og þannig að það er mjög gaman að í raun og vera að fást við smitsjúkdóma. Hins vegar náttúrulega getur orðið þreytandi að eiga við svona faraldra og heimsfaraldra þegar þeir dragast svona hrikalega á langinn og þá blandast inn í þetta alls konar aðrir hlutir og sem að kannski stundum gaman en stundum ekki eins gaman. Akkurat. Heyrðu, ég ætla að byrja þetta þar sem við endum síðast. Við ræddum fyrir hálfu ári síðan COVID-19 og margt hefur breyst síðan þá. Við ræddum að þetta sé að verða og orðið pólitískt íþyngjandi. Það má náttúrulega einhverju leyti skýra út af komandi kosningum. En telur þú pólitíska samstöðu vera nauðsynlega forsendu til þess að þú getur sinnt þínu starfi? Ekki kannski endilega pólitíska samstöðu. Það verður að vera pólitísk samstaða hjá stjórnvöldum, hjá ríkisstjórninni, þeim sem að ráða ferðinni. Það mjög vont ef það ekki samstaða þar og svo verður náttúrulega að vera mjög gott samstarf og samstaða milli sóttvarnalæknis, heilbrigðisráðherra og forsætisráðherra.
svona númer 1, 2 og 3 og það segi ég bara vegna þess að kerfið okkar og sóttvarnalögin og lögin gera ráð fyrir því að í svona krísum eins og að vera núna, heilsufarskrísum, smitsjúkdómi og farsótt, að þá þurfis og eigi sóttvarnalæknir að komi tillögur til ráðherra sem að síðan grípur til einhverja aðgerða með reglugerðum. Og ef að þetta samstarf ekki gott og ef að þetta traust ekki til staðar, þá fer þetta ekki vel. Það alveg öruggt. Akkurat. Herðu, ég hef svona heyrt að undanfarið að fólk sé að spyrja sig og því langar maður að leggja það spurningu undir. Það hefur komið fólki og mér þar með töldum í opna skjöldu að markmiðið væri að lifa í veirufríu landi. Hvenær var ákveðið að fara frá því að ná niður kúrfunni í það að halda niður veirunni í það að í rauninni bara búa í veirufríu samfélagi? Var það bara út af bólusetningum eða er tímalínun einhvers konar, er hún öðruvísi? Nei, alls ekki. Það kemur óvart að þú svona vel gefinn maður skuli ekki hafa uppgötvað þetta fyrir og svo margir aðrir sem að hafa verið að tala þetta sko og ég segi nú bara menn hafa þá ekki alveg verið að fylgjast með það sem við höfum verið að segja. Sko, þetta er þannig að þegar við byrjuðum að eiga við þennan faraldur fyrir tæplega 1,5 ári síðan, að þá var spurt hvernig ætlaði að gera þetta? Og þá sögðum við markmið okkar að reyna að sveigja kúrfuna eins mikið niður eins og mögulegt og vernda þannig heilbrigðiskerfið og vernda þannig þá sem eru viðkvæmir fyrir. Vegna þess að þá vissum við ekki neitt það hvernig þessar aðgerðir sem við ætluðum að grípa til, hverju þær myndu skila í raun og veru. Og ég bjóst við því og ég viðurkenni það í byrjun áður en þegar við vorum að byrja í þessu, þá hélt ég að með þessum aðgerðum það myndi okkur bara takast að halda kannski sjúkdómnum í skefjum, halda honum þannig að hann væri mallandi hérna í gangi en myndi ekki valda einhver meiri háttar stórum faraldri á stuttum tíma sem myndi keyra allt í kaf. Þannig bjóst ég við að þetta yrði áður en við byrjuðum á aðgerðum. Síðan kemur það í ljós að þegar við fórum að byrja með þessar aðgerðir að okkur tókst að beygja kúrfuna alveg niður í 0 og með þessum aðgerðum, með þessum samtakamætti sem að fólk sýndi, að þá tókst það og þá sáum við líka strax að það var hægt. Þá sáum við líka strax að ógnin við það að halda samfélaginu þannig og geta þá haft eins litlar takmarkanir innanlands eins og mögulegt var akkúrat þessi leki á landamærunum, að smit kæmi hér inn utan frá og þá var það spurningin hvernig ætlum við að tryggja það, reyna að minnka það að það kæmi hérna inn veira og það hefur við reynt að gera með aðgerðum á landamærunum þannig að þær verði eins áhrifaríkar eins og mögulegt en ekki kannski rosalega íþyngjandi eins og sumir eru með á landamærunum. Og þetta sýndi sig að virka og við sáum strax að við gátum kannski, ef við mistum bara 1 eða 2 eða 3 smitaða einstaklinga inn í samfélagið, að það gat orðið að stórri bylgju eins og í 3. bylgja var. Það var 1 tegund af veiru sem komst inn landamærin og síðan höfum við alltaf talað það að við varum að reyna að beygja þessa kúrfu eins mikið niður eins og mögulegt innanlands og þar með talið 0 og á sama tíma myndum við reyna að tryggja landamærin þannig að við myndum minnka lágmarka áhættuna því að veiran kæmist inn og þannig gætum við aflétt sem mest íþyngjandi aðgerðum á landamærin, innanlands. En það líka alveg ljóst að leið á veiru fer að greina sér innanlands, þá geta það blossað upp mjög hratt, þannig við grípum til harðra aðgerða. Þannig að þessi strategía, veirufrítt samfélag, hefur verið alveg ljóst frá upphafi, ekki frá upphafi, en núna í nokkuð langan tíma. Og það kemur mér mjög á óvart að menn hafi ekki skilið þetta og að menn hafi túlkað þetta vegna þess að það svona smitsjúkdómar eru þannig, það ekki hægt og það hef ég líka sagt, þetta ekki eins og að spila vídeóleik eða eitthvað tölvuleik.
þar sem þú ert með stýripinna og þú stýrir þessu bara og segir, nú ætla ég að hafa bara 10 smitt í gangi í samfélaginu og nú er þetta að vera 20 og 30, við gefum aðeins í og náum þessu aftur niður 10. Þetta virkar ekki svona. Við höfum reynt þetta, við reyndum þetta í þriðju bylgjunni að byrja á lítið íþyngjandi aðgerðum, við gripum bara til aðgerða hér á höfuðborgarsvæðinu, treystum á persónlegar smitvarnir einstaklinga, voru bara með íþyngjandi lokanir á heilsuræktarstöðvum og krám og svo framvegis. Þá fór bara veiran að dreifa úr sér landið og við fengum faraldur fyrir norðan og það virkaði ekki. Við náðum ekki tökum á þriðju bylgjunni fyrir komi íþyngjandi aðgerðir. Þannig að ég bara endurtek það, ég mjög hissa á fólk skuli ekki hafa skilið hvert markmiðin eru eftir allan þennan tíma og alltaf að vitna í það sem við sögðum í byrjun faraldursins fyrir 1,5 ári. Já, en ertu samt, það er mögulegt að veirufrítt samfélag þýðir margt, eða getur þýtt margt út af því að hvenær hættir tilgangurinn að helga meðalið. Ég meina, ef að veirufrítt samfélag þýðir það að sé veirufrítt á morgun, þá er spurningin sem að fólk kannski spyr sig hversu lengi erum við tilbúin til þess að halda úti hörðum aðgerðum. Ég meina, þú líklega ekki að halda þessa ræðu eftir, segjum sem svo að koma upp ný afbrigði sem að bóluefnin taki ekki á. Ef að fólk til dæmis að spyrja þessu sömu spurningu eftir 5 ár, þá myndirðu líklega ekki þá myndirðu ekki svara þeim spurningum með sömu ræðu. Þannig að það sem fólk kannski frekar að spyrja sig ekki kannski endilega hvenær það var farið í það að halda úti veirufríu samfélagi, heldur kannski hversu lengi. Já, það er alltaf erfitt að spá fram í tíman vegna þess að það svo margir óvissu þættir sem að geta sett strik í reikningin. En það höfum við líka alltaf sagt að eftir því sem við lærum meira og reynum meira og fáum meiri reynslu, þá þurfum við að breyta strategíu. Og ef eitthvað nýtt kemur upp á sem kemur okkur á óvart, þá þurfum við að breyta strategíu. Og það á ekki að koma neinum á óvart. Og menn getur þá spurt sig, hvað þýðir það að vera með veirufrítt samfélag? Þýðir það að vera bara með 0 smitt og við tökum sýni og athugum það engin veira neins staðar? Já, það getur þýtt það. Við vitum að það eru margir sem að greinast ekki, sem smitast og með væg einkenni og svo gengur þetta bara yfir. Við erum ekki að greina þá. Þannig að það kalla ég veirufrítt samfélag. En leiða við erum að farin að fá hópsýkingar, við erum að farin að fá veikindi, að það eru svona merki það að eitthvað gæti verið í uppsiglingu. Og við sjáum bara hvað að gerast í öðrum löndum í kringum okkur. Þannig að lönd sem hafa ekki gripið til mikilla aðgerða, þau eru í miklum vanda núna. Öll Norðurlöndin til dæmis hafa verið með gríðarlega mikla lokanir en hafa samt ekki náð tökum á faraldrinum. Og svona eru nánast öll lönd í Evrópu. Og það sem verulega farið að þyngja að heilbrigðiskerfinu, sjúkrahúsum að fyllast af sjúklingum og við viljum koma í veg fyrir þetta með því að bregðast hart við strax í byrjun. Þannig að ég held að við eigum að hafa þessa strategíu. Við ráðum ekki við þetta ef við látum þetta ganga eitthvað laust. Ok. Þetta eiginlega bara fullkominn staður til þess að fara í málana. Sóttkvíarhótelið. Sóttkvíarhótelið, já. Hvað telurðu að þetta þýðir fyrir aðgerðir? Þú ert nú að spurður að þessu samt svo oft. Ok, hvað þýðir að aðgerðir stjórnvalda sóttkvíarhótelið virðast bara þýði fyrir sóttvarna aðgerðir og þær virðast ekki standast lög samkvæmt dómstólum. En það sem mér langar eiginlega, ég nenni ekki að svara þessa spurningu út af að spurður hann svo oft. Það sem mér langar frekar að skilja finnst þér ekkert sérstaklega, núna var Kári Stef til dæmis í Kastljósi í gær. Finnst þér ekkert skrítið, dómstólar komast að þessari niðurstöðu að þetta standist ekki í lög? Finnst þér ekkert skrítið bara sem, ekki kannski endilega sem sóttvarnalæknir, bara heldur sem þengjandi mannesku, að það sé verið að grafa undan dómstólum með því að segja bara þeim hafi orðið á og þetta hafi bara verið mistök af þeirra hálfu? Jó, mér finnst ég hef alltaf verið mótfallinn því að vera eitthvað að hnýta í dómstóla í sjálfu sér. Auðvitað geta dómstólar náttúrulega ekkert hafnir yfir gagnrýni frekar en allt annað, Og ekki þið heldur? Nei, alls ekki, en það höfum við sagt það. Já, ég hef aldrei kveinkað mér undan gagnrýni nema stundum, mér finnst hún
arfa fáran, þá hef ég kannski aðeins látið í það skína, en að öðru leyti ég ekkert að fárast út í það þó að menn sé að gagnrýna það sem við erum að gera. Hins vegar finnst mér stundum mér finnst að menn eigi að koma með gagnrýni og vera þá búin að kynna sér réttar staðreyndir. Það mjög erfitt að hlusta á það þegar menn gefa sér forsendur, gefa sér rangar forsendur og fara svo af stað með gagnrýni. Það finnst mér oft miður og þannig að það gengur ekkert að breyta forsendunum en ok, látum það nú liggja milli hluta. Nei, ég er ekkert að gagnrýna dómstóla, ég meina þeir komast bara að þessari niðurstöðu og þannig það. Hins vegar getur maður alveg velt vöngum yfir því að maður getur spurt sig, finnst manni skrítið að þessi dómur skuli falla eins og hann féll á þeim grunni að menn voru ekki með rétta skilgreiningu á sóttvarnarhúsi. Og þá getur maður spurt sig, alveg burtséð frá lagabókstafnum, sagt eru út frá því hvað málið snýst, getur maður spurt eru menn að taka minni hagsmuni fram yfir meiri. Það er að segja, eru menn að fórna hagsmunum heildarinnar, lýðheilsu, almannaheill, fyrir lagaskilgreiningar á sóttvarnarhúsi. Þetta getur maður spurt sig, en ég er ekkert að kritisera að hef ekkert farið út í það. Þetta er bara niðurstaðan og hún er svona og þá þurfum við bara að vinna samkvæmt því. Það er mín afstaða. Já, en ég meina mér finnst samt mér finnst fljótt að þessu hlaupið. Það er svolítið skrítið að sjá einhvern veginn þegar það er verið til dæmis að segja að það standist ekki lög að skikka fólk til þess að dvelja í ákveðinu húsnæði þegar það fer utan. Og við einhvern veginn bara hlaupum á því, já, það lítur þá að vera mistök af hálfu dómstóla að segja að við ætlum að verja mannréttindi fólks. Og það er svona eins og þegar Bjarni Ben, sem að ég er nú ekkert harður stuðningsmaður, hann var að tala um það fyrir þessa bylgju að við vildum að hann vildi í rauninu auka mannréttindi og auka frelsi og taka til tilslakana á landamærunum. Og þá mætir Guðmundur Andri hjá Samfylkingunni og segir að það myndi líklega ekki standast lög. Eru sóttvarnarlög ekki farin að heyja full mikið að mannréttindum? Og ég veit að það eru mjög margir sem að spyrja þessu því að það var barist fyrir þessum mannréttindum og mér finnst mjög skrítið þegar það er verið að segja það að þegar að dómstólar er að verja mannréttindi fólk sem það fá að dvelja heima hjá sér, að þeim sé bara mistök út af því að sóttvarnarteymið vill eitthvað annað. Það er náttúrulega þannig að þegar við erum með svona, eins og ég gat áðan og sagði það að farsóttir hefur verið alvarlegasti skaðvaldur mannkynsins í raun og veru frá upphafi og hafa lagt fleiri af elli heldur en nokkuð annað. Og svona drepsóttir hafa gengið reglulega yfir heiminn og í fortíðinni og lagt bara stóran hluta af elli á stuttum tíma. Við erum aðeins að horfa upp á það núna þó að þessi sótt sé dánar hlutfallið sé náttúrulega ekki eins hátt eins og í mörgum öðrum drepsóttum, að þá er dánar hlutfallið nægilega hátt til þess að við getum séð alveg skelfilegar afleiðingar ef að þessi farsótt geisar. Og við erum bara að sjá það og menn getur bara horft til annarra landa. Hvað hefur gerast í Bretlandi? Hvað hefur gerst í Bandaríkjunum? Hvað hefur gerst í Brasilíu? Hvað hefur gerst í mörgum löndum Evrópu, Ítalíu, Spáni, Póllandi núna sem allir spítalar eru fullir. Og það sem að þó að dánartalan sé kannski ekki nema innan gæsalappa 0,4% til dæmis eins og hún er hér og hefur verið hér á Íslandi, þá þarf ekki neitt starffræði snilling til að sjá það að ef þú færð mikla útbreiðslu, ef þú færð 10-20% mann sem að smitast, hvað gríðarlegur fjöldi mun þá bæði veikjast alvarlega, þurfa spítala innlagna halda, fyllir spítalan. Ég meina það eru 5% af þeim sem hafa greinst hér sem þurfa að leggjast inn á spítala. Ef þú færð 10.000 mann sem að smitast á stuttum tíma,
5% af 10.000, hvað er það? Það er svakalegu fjöldi og sem þarf að leggjast inn á spítala. Það er ekkert spítalakerfi hér sem gæti tekið við því. Hvað myndi það þýða? Það myndi þýða það að aðrir sjúklingar með önnur vandamál kæmust ekki heldur inn og þetta myndi hafa mjög mikil afleidd áhrif á aðra sjúkdóma og aðra sjúklinga. Þetta þýðir það að til þess að halda, þegar við höfum enga meðferð við svona veiru, við erum ekki með neitt bóluefni, við erum með engin lyf, þá er eina ráðið til að hefta og hafa stjórn á útbreiðslunni er að beita sóttvarnaráðstöfunum sem að felast í náttúrulega svona einstaklingsbundnu að fólk passi sig og allt þetta. En það virðist ekki duga til, það dugar ekki til. Þá þarf að beita takmörkunum og það er frelsisskerðing og þarna verið að skerða frelsi einstaklingsins í þágu heildarinnar til þess að koma í veg fyrir þessa útbreiðslu og þessar afleiðingar. Þannig að mér finnst svolítið sérkennilegt að menn skuli stilla þessu svona hvoru upp á móti öðru segja, heyrðu, það má ekki skerða frelsi einstaklingsins, þá segi ég, þú getur ekki fengið bæði. Þú getur ekki valið bæði að hafa frelsi einstaklingana alveg óheft og svo líka haft engan sjúkdóm og enga útbreiðslu. Þú verður að velja, hvort viltu. En auðvitað verður þetta að fara innan marka laga og þannig er það. Sóttvarnalögin, þau eru einmitt að tala þetta, að á svona tímum, þegar svona geisar, að þá er hægt að verður að vera nauðsynlegt að grípa hratt og örugglega inn í og þannig skerða frelsi einstaklinga til að stoppa útbreiðsluna og það má ekki taka á langan tíma, það verður að gerast mjög hratt. Og ég held að þetta er algjört grundvallar atriði því til þess að hafa stjórn á svona faraldri og ég er bara ósammála því að frelsi einstaklinga það sé meira heldur en frelsi heildarinnar þegar svona sjúkdóma er að ræða. Já, ég skil þig, þetta náttúrulega snertir svolítið á því sem við höfum ræddum í síðasta podcasti er hversu mikið ætlum við að treysta fólki og mér finnst þið, bæði þú og Svandís hafa farið full geist, ég man nú ekki hvaða ummælið þú lést falla, en Svandís allavega talaði það að það ætti að grípa til þessa ráðs að sökum þess að dómstólar sögðu að þetta myndi ekki standast mannréttindi, þá ættu við rauninni bara að breyta lögunum þannig og bara að renna stoðum, lagastóðum undir það að nást til sama markmiði. Ég meina, mannréttindi eru náttúrulega rótgróin, eða ekki rótgróin, þau eru mjög, hvað ég var að segja, brothætt og þegar við erum að tala að grípa til svona aðgerða og bara renna stoðum undir það að brjóta gegn mannréttindum út af því að við viljum gera það, ég skil alveg að við viljum halda veirunni úti og fleira þess háttar, en mér finnst þið bara að fara full geist að þessu, bara það verður bara að loka fólkinni. Þú ert ekki að túlka dómi rétt, Okay. Hvað sagði dómurinn? Dómurinn sagði það að það var ekki lagastoð fyrir þessari reglugerð og lagastoðin, skortur og lagastoð fólst í því hvernig skilgreiningin var á sóttvarnarhúsi. Það var ekki, í lögunum var ekki skilgreint að það væri hægt að skylda fólk til að fara í sóttvarnarhús, það virði bara vera, það er forsendur fyrir hendi að fólk hefði ekki annan samastað og þetta væri bara fyrir ferðamenn. Nákvæmlega. Eða fólk sem kemur erlendis frá en allt sem við erum að gera er skerðing á mannréttindum. Ég meina, fólk hefur ekki getað farið í vinnu, fólk hefur ekki getað hitt félaga sína og fjölskyldu, fólk hefur þurft að loka sig inni, þetta er allt skerðing á mannréttindum sem verið er að gera og þannig að þetta er ekkert einsdæmi að menn sé að tala þetta. Og ef að menn ætla að ná stjórn á svona faraldri, þá er ekki hægt að gera það nema skerða mannréttindum tíma meðan þetta er að ganga yfir og menn eru að ná tökum á þessu. Það er bara þannig. Hvað myndirðu vilja gera annað? Hvernig myndirðu vilja stjórna þessu öðruvísi? Ég ætlaði að spyrja þig í lokin hvort þú myndir ekki vilja að ég myndi taka við sambandi. Nei,
Sko, það sem að ég myndi í rauninni vilja sjá bara að fólk fái val það, ef það getur sýnt fram að það sé með lögheimili hér og búsetu og geti sætt sóttkví heima hjá sér, að það hafi þá möguleika á því. Ég rauninni ekkert að gagnrýna aðgerðina þannig. Ég bara gagnrýna það að Svandís segir að það eigi að þau vilja grípa til þannig aðgerða að sama markmiði sé náð sem að dómstólar eru búin að dæma ólöglegt. Mér finnst það mjög skrítið ef að sóttvarnateymi og ríkisstjórnin sé tilbúin til þess að grípa til aðgerða sem að dómstólar eru búin að segja að sé ólöglegt. Ég meina, þessi mannréttindi ekki lögð fram bara til þess að stjórnvöld geti gripið til þess að henda þeim frá þegar það hendar. Ég held að þú setja miskili aftur. Okay. Sko, markmiði sem að ég og Svandís erum að tala eru sóttvarnamarkmið. Það ekki markmið að skerða mannréttindi. Það ekki þannig ef að dómstóll segir, heyrðu, það ykkur ekki heimilt að skerða frelsi einstaklingana á þennan hátt og þegar við erum að segja, heyrðu, við verðum þá að ná markmiðum okkar á annan máta, þá erum við ekki að meina það að við þurfum að skerða mannréttindin bara á einhvern annan hátt. Það nú gott. Það mikill misskilningur, þú algjörlega misskilið þetta. Já, ég skal fúslega viðurkenna út af því að ég skildi þetta þannig. Nei, sko, við erum ekki að tala markmiði hérna, við erum að tala, mannréttindi, við erum að tala hvernig við ætlum að ná tök á faraldrinum. Og þá verðum við ná markmiðum okkar í því að ná tökum á faraldrinum á annan hátt, innan ramma lagana. Það það sem að, ef að margir hafa misskilið þetta, þá það náttúrulega rétt að það komi fram. Ég bendi á það að núna undanfarið, sko, eftir jólin, það gekk mjög vel hérna, við vorum komin niður í 0 og mjög litla takmarkana, þetta stemdi allt upp að við vorum byrja að bólusetja og maður sá fyrir sig bara bjarta framtíð, bara aflétta, halda þessu áfram, bólusetja flesta, þannig við gætum bara siglt og hægt og bítandi út úr þessu ástandi. Þá gerist það að við förum að fá hérna, við erum komið með ný og meira smitandi afbrigði úti sem að berast hingað inn, þetta breska afbrigði, og sem að valda meiri usla í öllum nálægum löndum. Það farið að koma hérna inn og það farið að valda hér hópsýkingum vegna einstaklinga sem að héldu ekki þessa sóttkví, sem að sko fóru ekki eftir leiðbeiningum og smituðu þannig út frá sér, og við erum ennþá að sjá það að það fólk sem heldur ekki sóttkví, fólk sem heldur ekki einangrun, og við erum að senda lögregluna til að leita fólki sem á að vera í einangrun, veikt, smitandi og samt að fara öllum víða völl. Þá það spurningin, hvernig á að ná tökum á því? Og vegna þess að við verum að beita fyrirbyggjandi aðgerðum og það náttúrulega, ég get fúslega viðurkennt að það mjög hart að þurfa að beita sko takmarkandi aðgerðum á alla fyrir einhverja fáa einstaklingar sem að brjóta þessar reglur. En fyrirfram veit maður ekki hver það sem að brýtur reglurnar. Af vísu hef ég nokkra svona hugmynd það, en það líka mannréttindabrot ef ég ætla að fara að beita einhverjum svona selektífum aðgerðum á einhvern afmarkaðan hóp. Þannig að þetta ekki auðvelt og auk þess bendi ég á það þegar menn að tala að þessi svo fá smit í gangi núna til dæmis og allt til að við erum alltaf við erum að berjast við eitthvað sem gerðist fyrir 2 vikum síðan, vegna þess að það tekur 2 vikur fyrir afleiðingar að smiti að koma í ljós með veikindum og svo framvegis. Þannig að það sem við erum að sjá í dag eitthvað sem gerðist fyrir 2 vikum. Þannig við erum alltaf eftir á og þess vegna svo brýnt að geta gripið hratt inn í og stoppað svona útbreiðslu strax í fæðingu áður en það orðið á seint. Af hverju verður þú ekki bara í Keflavík og verður bara hérna annarkvort þumall upp eða þumall niður það hvort að fólk þurfa að sæta? Já, sko, ég vildi það alveg. Ég meina, það mannréttindabrot að gera það. Ef ég segði bara, heyrðu, þessi frá þessum löndum eða eitthvað svona, þessi sem eru með ljóshærðir, ef við tökum þá bara og það myndi náttúrulega aldrei ganga, en ég bara bendi líka á það að við erum að beita miklu minna íþyngjandi aðgerðum heldur mjög mörg lönd, bæði innanlands. Við höfum verið með miklu minna íþyngjandi aðgerðir innanlands og við höfum líka verið með minna íþyngjandi aðgerðir á landamærum heldur mörg lönd sem að krefast þess að fólk sé bara 2 vikur í sóttkví. Það enda rétt, sko. Ég heyrði eitthvað
eitthvað gjamm í dag þar sem hafa verið að taka þig á teppið sko, ég held að hafa verið í Bítinu. Þetta hljómaði reyndar eins og sko amerísku raunveruleika þáttur en það kom mér mikið á óvart að það var einhverjir blaðamenn sko, ég ætla nú ekki að fara lengra orðið það. En hérna, næsta spurning. Af öllum þeim fjölmörgu ákvörðunum og tillögum sem þú hefur lagt fyrir eða tekið, nú þegar þú lítur tilbaka, hvað hefur gert öðruvísi? Ég veit það ekki, við þurfum náttúrulega alltaf að læra af reynslunni og við til dæmis nýttum okkur þá reynslu núna, að reyna að grípa núna inn í með hörðum aðgerðum fljótt og byggjum það á reynslunni sem við fengum við það að eiga við þriðju bylgjuna. Þá reyndum við að vera ekki mjög íþyngjandi, eins og ég sagði áðan, og vera með svona selektívar aðgerðir hér á höfuðborgarsvæðinu og treysta á svona persónubundnar sóttvarnir og hvetja fólk til að passa sig og allt þetta. Það gekk alls ekki og við fikruðum okkur áfram í harðari aðgerðir. Á endanum, þegar þetta var farið að breiðast meir út og faraldurinn var alveg komin á blúss, þá þurftum við að grípa til svona harðari aðgerða eins og núna. Þetta var mjög stór bylgja, þetta stærsta bylgjan sem við lent í og þá hún komst inn á Landakot eins og þú manst og þar dóu fjöldi manns og við mistum þá, hvað ætlaði ekki verið, 10 manns eða eitthvað svoleiðis. Og það var mjög erfiður faraldur og mjög íþyngjandi fyrir spítalann og ég, svona eftir áhyggja, þá hefðum við átt að grípa til harðara miklu fyrr í upphafi þriðju bylgjunnar eins og við erum að gera reyndar núna. Akkurat. Já. Næsta spurning. Þegar að allir yfir 60 eru bólusettir, eru einhverja forsendur fyrir því að halda úti hörðum aðgerðum? Já, það eru forsendur fyrir því vegna þess að það afbrigði sem við erum að eiga við núna, sem þetta breska afbrigði, að það bæði sem var ekki uppi til dæmis fyrir hálfu ári síðan eða svo, að það meira smitandi og veldur alvarlegri sjúkdómi hjá yngra fólki sem fyrri afbrigði gerðu ekki. Þannig að við erum að fá alvarlegri sjúkdóm hjá yngra fólki og líka fólki undir 60, þetta er fólk með undirliggjandi sjúkdóma, en það eru forsendur fyrir því að hafa takmarkandi aðgerðir í gangi en væntanlega ekki eins harðar eins og áður. Þannig að við þurfum að fara hægt í afléttingar, við þurfum örugglega til þess að ná almennilegu ónæmi í samfélagið með bólusetningu, þá þurfum við að ná að bólusetja svona minnst kosti 60% og við erum ekki komin langt þar í frá erum við komið þangað. Við erum komið þangað nú einhvern tímann í júní mánuði, eitthvað svoleiðis. Já, sko, en hvenær myndið þú telja? Ég meina, segja eins og svo að bóluefnið ná ekki til okkar og það er ekki komið í júní og við erum ennþá í nóvember kannski bara með 30% bólusett eða eitthvað þess háttar. Hvenær er einhver tímasetning þegar þú myndir segja bara, heyrðu, tilgangurinn helgar ekki meðalið, þú veist, við erum bara að halda niður hagkerfin hérna, sjálfsvíg eru búin að aukast þetta, bla 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 og allt er farið í klessu. Núna bara, við verðum bara að leyfa þessu að fljóta. Er einhver tímapunktur, þú veist, ég veit að það verður skrítið kannski fyrir þig sem sóttvarnalækni að segja bara, heyrðu, fuck it, bara þetta meikar ekki sens lengur. En er einhver, þú veist, sérðu fyrir þér einhvern slíkan tímapunkt? Ég held að sé ekki einn tímapunktur, sko, vegna þess að ekkert einn ákveðin fjöldi tilfella eða eitthvað svoleiðis sem maður ætti að miða við. Þetta er svona þróun í öllu og þetta fer eftir svo mörgu. Það fer eftir því hvort að veiran, hvort að komi ný afbrigði, hvort maður sjá hvort að bóluefnið hafi klikkað og hversu alvarleg sýkingarnar eru og svo framvegis. Þannig það margir þættir sem að þarf að spila inn í það og þetta kemur svolítið inn á það sem menn eru að tala um fyrirsjáanleika, sko, að sjá allt fyrir og er að kritisera mjög mikið skort á fyrirsjáanleika. En ég hef nú gjarnan sagt að sko, ef að ég er ekki með fyrirsjáanleika, ef ég sé ekki fyrir mér hvernig staðan verður í næsta mánuði,
eftir mánuð eða 2, hvernig á ég þá að geta sagt öðrum hvernig staðan verður? Þannig að ég lifi í þessar óvissu að ég veit ekki hvernig veiran þróast, ég veit ekki hvort við fáum nýja afbrigði sem að valda smiti, sýkingum hjá þeim sem áður hafa sýkst, eða hvort hún veldur sýkingum hjá þeim sem hafa verið bólusettir, til dæmis. Það alls konar svona þættir sem að spila inn í það hvernig við lítum á faraldurinn á hverjum tíma fyrir sig. Þannig að, og svo minni ég á það, eins og ég gat áðan, að talandi hagkerfið og það allt saman, að þá hagkerfið stendur ekki bara og fellur með COVID. Ef að við látum COVID ganga, sem að veldur, eins og ég sagði áðan, sem veldur þúsundum sýkinga, þúsundum innlagna á spítala, þá fáum við líka gríðarlegar afleiðingar á hagkerfinu, bara út frá afleiðingum sjúkdómsins og líka áhrifin á aðra sjúkdóma. Þannig að, og þetta það sem mér finnst menn ekki hafa hugsað út í þegar þeir að tala heyrðu, COVID skerði bara frels okkar og það veldur svona skerðing og hagvexti. Hvað myndi gerast ef að COVID myndi ganga? Og ég bara aðeins til þess að léttaði lundina, og ég er búinn að reikna þetta út til dæmis, að ef við notum bara það tölur sem að hlutföll sem við höfum séð hér á veirunni, og þá miðum við fyrri stofna veirunni sem að olli því að við þurftum að leggja inn ákveðinn fjölda inn á spítala og svona. Ef við fengjum bara 10% af þjóðinni sem myndi smitast á tiltölulega stuttum tíma, ef við gerðum lítið sem ekkert og létum þetta bara ganga yfir okkur, bara eins og Svíar gerðu eða eitthvað, þá myndum við sjá 36.000 manns sýkjast á tiltölulega stuttum tíma. Við myndum sjá 1400 manns þyrftu að leggjast inn á sjúkrahús tiltölulega stuttum tíma. Myndi það ganga upp? Erum við með spítalapláss fyrir 1400 manns? Svarið bara nei, það er ekki til. Það þyrfti að fara að leggja þá fólk inn á hótel eða inn á eitthvað, hvað heitir það, íþróttavelli eða mannvirki, og hvað íþróttarhefingi myndi kvarta við því. Við myndum þurfa að leggja rúmlega 300 manns inn á gjörgæslu sem væri það alvarlega veikir á stuttum tíma. Myndi það ganga upp? Við erum með eitthvað 15 manna pláss á gjörgæsludeildum eins og við erum með núna. Við myndum þurfa 200 manns þyrfti að fara á öndunarvél miðað við það sem við höfum séð fram að þessu. 200 manns, og hvað erum við með mikið plássum á öndunarvélum á Íslandi? Kannski 20-30. Og það myndi 120 manns látast. En Þórólfur? Þetta er bara miðað við 10% þjóðinni myndi smittast. Já, og hafðu það. Hafðu það, ok, nú ætla ég að láta þig hafa þetta. Sko, núna eru, hvað 96% eða eitthvað þeirra sem eru 90 ára eldri, 95% þeirra sem eru 80 eldri og eitthvað í kringum 75% þeirra sem eru 70 ára eldri, bólusettir. Nú, sko, þegar þú talar þessa tölfræði, þá það miðað við það sem við höfum séð í faraldrinum hingað til, og það 29 látnir. Hversu margir eru búin að laða þeir inn á spítala í heildina? Fram að þessu? Já. Það búið að leggja inn, það rúmlega 300 manns. Ok, 300. En þegar þessir hópar allir bólusettir núna, og einu sinni eða tvisvar jafnvel, stenst á þessi tölfræði skoðun ef þú nýtir hana sem slíka, út af því að, ég meina, hópurinn sem þarf mesta umönnun, þau eru annaðhvort bólusett, þau eru öll bólusett. Ekki öll, nei. Nei, ekki öll, en mjög stór hluti, þannig að þessi tölfræði kannski ekki stenst ekki alveg skoðun ef við tölum þetta þannig. Það alveg rétt að þetta ekki alveg réttlátt að gera þetta svona, ég tek alveg undir það. En á móti kemur að við erum með núna afbrigði sem eru miklu alvarlegri fyrir yngra fólk en áður. Þannig að við erum og ef þú horfir bara hvað að gerast til dæmis á Norðurlöndunum, Noregi, Svíþjóð, Danmörku, hversu margir, og þeir eru búin að bólusetja svipaða við, hvað eru þeir að sjá mikið innlagnir á spítölum? Sumum stöðum í Noregi, það sjúkrahúsin full af COVID-sjúklingum.
Þannig að þeir hafa séð mikla aukningu á spítalainlögnum hjá yngri aldurshópum heldur en var. Og kannski eru dauðsföllin ekki alveg jafn mikil og var en alvarlegar afleiðingar og fólk sem þarf að fara á gjörgæsludeild til dæmis meira hjá yngra fólki núna en var áður. Þannig að það vegur upp á móti að við erum með sko miklu skæðari afbrigði veiruna núna heldur en var fyrir í vetur. Ok, við erum að ná að kýla hvað annan. Heyrðu, hérna næsta, mér langar eiginlega að færa okkur að umræðinni og næsta sem mér langar að leggja undir þig er ekki spurning heldur svona athugun. Ég fór að velta fyrir mér daginn, sko, af hverju hata ég þetta? Því að sérstaklega eftir að við töluðum saman Af hverju hvað? Af hverju hata ég COVID-19 svona mikið? Þú að sagt, af hverju hata ég þig? Nei, ekki ennþá. Okay. Nei, ég hata þig alls ekki. Því mér var svo gaman að tala við þig síðast og ég var í rauninni tím Þórólfur og er enn sko sérstaklega eftir að við ræddum þessi mál síðast. En sko ég fór að hugsa bara af hverju fer þetta svona mikið samt fyrir brjóstið á mér og ég las hérna grein eftir Halldór Armand og ég veit ekki hvort að þú sett búin að lesa hana en hérna hann sem sagt er að tala um það að hann hafi farið á körfuboltaleik og það hafi verið maður sem er bara urlast niður við hliðarlínuna og Halldór fattar ekki að hann sé að urlast út af athæfi Halldórs en þá var hann ekki með grímuna alveg yfir nefið eða hafi tekið niður grímuna. Urlast, hvað þýðir það? Að brjálast. Brjálast, ok. En hérna, ég velti fyrir mér sko því að sko það eru allir tím Þórólfur og það eru allir einhvern veginn hlýði víði en finnst ykkur sko út af því að þetta er í rauninni ekki, það ber engin ábyrgð á þessu, hvernig svona samfélag orðið en það er allir orðnir einhvern veginn tortrygnir gagnvart hvor öðrum, við erum að sjá fólk að brjálast út í fólk út í búðum fyrir það að vera komið með sólskinsfar á andlitið út af því að þau held að þau hefðu farið utan. Sko, finnst þér eitthvað við þetta sem að þið þurfið að passa ykkur á út af því að það, til dæmis þegar ég gagnrýni þetta oft, þá er bara sagt við mig, já það er út af því að þú hatar gamalt fólk og vilt drepa það og ég er bara, hvað ertu að tala um? En þú veist, út af því að þegar ég ræði við þig, þá upplifi ég ekki þessa heift. En það er einhvern veginn eins og fólk sé orðið sturlað ef að bara, sko, ef það er bara eitthvað ef einhver er með athugun eða gagnrýni, gagnvart sóttvarnaaðgerðum og mér finnst þetta svona samfélagslega vera orðið rosalega íþyngjandi. Já, ég meina, sko, það er heift á alla bóga, ég meina, sko, ég ætla ekki að segja þér hvað ég fæ mörg skilaboð, heiftuð skilaboð og annarkvort að við sem að gera allt of mikið eða við sem að gera allt of lítið og það er lítið þar á milli og hérna þannig að það er erfitt að gera öllum til hæfis í þessu. Sko, það er erfitt að ráða við það og ég sko hérna að stýra því að fólk skuli taka ráðleggingar upp þannig að þær verði sko svona heftúðar. Ég hef aldrei stutt það nokkuð tíma og ég hef frekar þegar að verið að gagnrýna fólk sem að kannski brýtur einhverja reglur sko og hérna fer ekki alveg eftir sóttvarnareglum, þá hef ég ekki verið að dæma það fólk og ég hef verið að biðja að vera að dæma fólk ekki á hart sem að er kannski ekki með grímuna eða fer ekki alveg eftir þeim viðurkenndu reglum sem er í gangi og ég fengi miklar ákúrur fyrir það að hafi ekki verið harður og skammast og rifist yfir í fólki sem er tekið. En svona er þetta og það er erfitt að ná öllum inn á vagnin sko. Við erum að reyna að fá alla með okkur í þessar grunnreglur og skilja þær og fara eftir þeim. En við erum aldrei beðið fólk að taka þetta eins og trúarbrögð og vera bara sko, eins og þessi heilagt stríð og láta öllum illum látum. Það er ekki frá okkur komið og það getur við ekkert ráðið við. Fólk er með sína persónuleika og fólk er með sínar öfgaskoðanir á öllum sviðum og það er öskrað á fólk út af alls konar málum, hvernig það er eða hvernig það er ekki. En þetta náttúrulega helgast kannski líka því að
fólk bara orðið svo þreytt og leitt á þessu ástandi að það orðið pirrað og ergilegt og það sko minnstu smáatriði hleypa fólki algjörlega upp og það bara mjög miður og mjög erfitt en ég ætla nú ekki að taka sökin á því á mig, sko. Þetta þér að kenna? Nei, ég að djóka. Hérna, sko, nei, þú tekur ekki sökin á þig. En sko, til dæmis eins og með Víðir, ég sakna pínu Víðis. Út af því að sko, núna þegar til dæmis það kom upp einhver smit eða fólk á einhverjum hittingum, þá mætir Rögnvaldur og segir að hann sé vonsvikinn út í landan og vonsvikinn yfir því að við getum ekki, sko, erum við ekki komin á skrítinn stað út af því að við erum alltaf að tala þessa skrítnu staði og þetta orðið allt eins og ég sagði við í seinasta viðtali, þetta orðið rosalega orwellískt allt og ég ekki að segja að þið þurfum ekki að grípa til þess að aðgerða hvers kyns þess áttar, en þetta orðið Ég sko frelsistögin mín, það alveg búið að fara með hana þvers og kruss. Ekki svolítið skrítið þegar Rögnvaldur að segja að hann sé vonsvikinn út í fólk. Hann ekki foreldri, sko. Hann lögreglu yfirvald. Og ég veit, þú ætti ekki að taka afstöðu til þessa, en þú skilur hvað ég meina. Við erum komin á svo rosalega skrýtni stað. Við erum að tala sóttvarnahús og tilgangurinn helgar meðalega alveg sama hvað. Og við erum búin að vera í þessu ótrúlega lengi, fyrst ætlum við að ná niður kúrfunni eins og við ræddum hér áðan. Nú erum við búin að vera í þessu í meir en ár og ég skil alveg að fólk sé þreytt og ég skil alveg að fólk sé reitt. Og ég skil pínu að svona samstæðan sé aðeins að bresta. Ég hef alltaf talað um það að pólitísk samstæða eitthvað mesta andheiti sem ég hef heyrt út af því að sko, pólitík ágreiningur by definition. Þannig að sko, en finnst þér ekkert við þetta eins og segi, við erum komin á rosalega skrýtinn stað, við erum að heyra voðalega skringilegar sögur af fólki utan á bæ það hvernig það að rífast þessar aðgerðir. Hvernig svona þín afstaða til mér gagnvart því að lögregluyfirvald sé að bara segja fólki að hann sé vonsvikinn út í það? Mér finnst það bara allt í lagi að segja það. Ég meina nákvæmlega eins og ég ekkert að kveinka mér undan fólk að gagnrýna mig, þá megum við líka gagnrýna fólk. Ég meina, þetta hlýtur að virka á báða vegu. Við hljótum að mega segja ef við erum vonsvikið með eitthvað. Mér finnst það allt í lagi og mér finnst það óréttlátt að þér sem svona miklu frjálshyggjumanni að vera gagnrýna einhvern fyrir að segja að hann sé vonsvikinn út í einhvern. Já, en ég meina, hann einvaldur ofbeldis sem ríkisvaldið. Hann eini sem átt rétt að beita ofbeldi. Já, ég meina, ríkið hefur einræði yfir ofbeldi, það allavega skilgreining á. Já, nú erum við komin út á svolítið. Hann ekki að beita ofbeldi, ég að segja, en hann alltaf sinnir því embætti. Þú veist, með lögmætum hætti má beita ofbeldi og það lögregluvaldið samkvæmt skilgreiningum alveg 200 ára. Mér finnst þetta nú ekki alveg sko sanngjarnt í þessu samhengi sko. Nei, ég ekki að tala hann hafa verið að beita ofbeldi en hann náttúrulega í þessu embætti og það svolítið skrítið að vera að segja við fólk að hann sé vonsvikinn út í það. Mér finnst það ekkert skrítið. Ég sé ekki hvað akkur það þurfa að vera svona mikið, sérstaklega ef að menn eru svona móti sko með miklu frjálsræði og á móti því að það sé og að kritisera eitthvað sem sagt eða hvað þá eitthvað sem gert, að vera það kritisena mikið aðra sem að segja eitthvað sko, sem að andstætt þeirra skoðunum. Þannig að þetta svona, við erum kannski komin út í hugmyndafræðilegar diskussjónir eitthvað annað. En ég held að þetta sé bara anga því sem ég var að segja áðan að fólk orðið þreytt á þessu og ég skil það bara mjög vel og fólk farið að leggja merkingar í allt sem sagt, allt sem ekki sagt, hvernig menn tjá sig, hvernig menn haga orðum sínum, hvernig menn sko ræskja sig eða hvernig menn standa og hvernig menn halla sig til hægri eða vinstri og það lagðar einhverjar þungar merkingar. Ég held að þetta sé bara merkið það að það orðið svo stuttu þráðurinn í fólki. Fólk orðið svo þreytt og leitt á þessu og fólk vill bara fá gamla góða lífið sitt aftur og fer allt í að sjá sko hverjir eru sko vondu kallarnir í þessu sem að standa fyrir því að ég get fengið góða lífið mitt aftur. Þetta einhvern veginn svona, svolítið finnst mér. Það reyndar ágætis athugun. Herðu, ég menn 2 spurningar í viðbót.
Nei, ég bara með eina spurningu viðbót. Hinn eiginlega það sem við vorum að ræða. Hérna, lokaspurning. Ertu búinn að fara að skoða gosið? Og ef svo var ekkert erfitt að fara niður án þess að snerta kaðalinn? Svarið er nei, ég hef ekki farið að skoða gosið og af hverju hef ég ekki farið að skoða gosið? Það er vegna þess að ég hef sjálfur komið með tilmælu það að fólk sé ekki að fara í hópum þarna inn eftir og hópast saman, ég held að sé smithætta og ég hef beðið fólk að fara ekki inn að gosstöðunum í svoleiðis aðstæðum og þannig að þá ég get ekki farið þá sjálfur, það gefur eiginlega augaleið og ég hef ekki komið við kaðalinn þar að leiðandi. Einn daginn. Ég á eftir að fara, mér dauðlangar að fara, ég skal alveg fúslega viðurkenna það og hérna, en hérna það hlýtur að gefast tími til þess, gosið er ekkert að hætta þannig að það, ég fer bara seinna. Nei, manstu í síðasta viðtalið, þá einmitt sagðir sko að ég spurði þig sko hvað öðrum skildum þú syndir og þú sagði að það gæti byrjað gos, það eins og stjórnir þessu bara hérna því að byrjaði gos nokkru mánuði síðan. Já, það er alveg rétt, það byrjaði gos og það var ekki á það bætandi hvorki fyrir mig eða almannavarnadeildina því að við erum náttúrulega ekki það vel mönnuð að við getum bara sinnt svona miklu og ég held að menn þurfa nú aðeins kannski að líta á það líka þannig að það eru svona takmarkaður mannafli sem við höfum bara til að sinna því sem við eigum að gera þannig að COVID hefur alveg tekið yfir allt sem við þurft að gera því miður og annað hefur þurft að sitja á hakanum. Var ekki bara pínu fínt að fá gosið? Það fór athyglin smá frá þér, maður ársins og 2020 var þitt ár. Það var ekkert leiðilegt að fá þetta gos og hérna, en það lítur stundum út eins og að sé einhver samkeppni milli gossins og okkar athyglina því að leið og við kemur eitthvað slæmt í okkur og við förum að þenja okkur og þá kemur bara ný sprunga og meira goss og þá gerist eitthvað meira, einhver órói einhver staðar og fjölmiðlar fara að tala um það og þá kemur bara önnur sprunga og þriðja sprungan og þannig að þetta er svona svolítið pissukeppni. Ég verð að spyrja þig, voruð þið pínu að vona að sóttkvíarhótelið myndi svona slæta í gegn út af gosinu? Það er svona, það myndi enginn bara pæli í því? Nei. Ég ætla að koma að einhverjum spurningum að spánaferð Brynjars Níelssonar, ég held ég náði ekki, ég verð bara að fara að ljúka þessu. Þórólfur. Viltu ekki spyrja mig um það samt? Hvað finnst þér um það? Hvað gengur honum til? Finnst þér eitthvað að því? Hefði hann átt að fara, hefði hann ekki átt að fara? Já, hann vegur það að meta. Það sem að ég hef gert er það að ég hef biðlað til fólks að vera ekki að fara nauðsynjalausu erlendis og það er bara til þess að og byggja það á því að faraldurinn er í gangi víðast hvar og það er mjög auðvelt að ná í þessa veiru og það sýnir sig bara á þeim ferðalöngum sem er að koma hingað til hans og hérna þannig að það byggir bara því. Þetta er ekki boð eða bönn, við erum bara að reyna að höfða til skynsemi fólks og síðan er það bara fólks að fara eftir því eða ekki og ég hef svo sem ekkert mikið meira um það að segja. Nei, ég allavega verð ánægður svo lengi sem að þetta er ekki boð eða bönn heldur einmitt tilmæli. En Þórólfur, þú ert geggjaður, ég er mjög ánægður með þig og ég er mjög sérstaklega þakkláttur fyrir það að nenna að koma og hlusta á röfli í mér. Já, gaman að tala við þig. Er það ekki bara? Jú. Ef við verum ennþá í COVID, þá hittumst við eftir nokkra mánuði. Kannski getum við talað saman þegar COVID er búið og getum við gert þetta upp svolítið. Já, hvernig væri það? Ég var geggjað til það. Stefnum á það. Takk aðeinslega. Sömuleiðis, bless.